Bandaríkjaforseti segist fara með völdin í Venesúela, þó að nýr forseti hafi svarið embættiseið. Maduro lýsti yfir sakleysi þegar hann mætti fyrir dómara í New York í dag. Forsætisráðherra Danmerkur segir að ráðist Bandaríkin á annað NATO-ríki sé öllu lokið. Trump ítrekar yfirlýsingar að vilja Grænland við takmarkaða hrifningu grænlendinga. Og í mín verden, der hedder han Donald fucking Trump. Árni Friðriksson, skip Hafrannsóknastofnunar, hélt til loðnuleitar í dag. Ýmislegt bendir til þess að vertíðin verði rýr, en hagur útgerðanna gæti vænkast á næsta ári. Sveitarstjórnarmenn í Fjarðabyggð hafa verulegar áhyggjur af slæmu ástandi þjóðvegarins firðina á Fagradal. Sveiflur í veðurfæri verða til þess að oftar blæðir úr veginum. Og 10 tonn af jólaskrauti sem kostar 4 milljónir að farga liggja í kirkjugörðum Reykjavíkur eftir hátíðarnar. Umsjónarmaður hvetur til nýrrar jólahefðar að taka til eftir sig. Komið sæl. Nicolás Maduro, fyrrverandi forseti Venesúela og kona hans segjast saklaus af ákæru fíkniefnamisferli. Nýr forseti tekin við en Bandaríkjaforseti segir ríkisstjórn sína stjórna landinu. Venesúelamenn vita ekki hvað tekur við. Maduro og eiginkona hans Cilia Flores voru flutt með þyrlu á Manhattan í New York. Þaðan voru þau færð í bíl sem flutti þau í dómshúsið. Þar hófust réttarhöld á 7. tímanum þar sem hjónin eru ákærð fyrir brot á fíkniefna og vopnalögum. Þau lýstu sig bæði saklaus en sóttust ekki eftir lausn gegn tryggingu að sinni. Á meðan á flutningi fyrrverandi forsetahjóna stóð sór Delcy Rodríguez embættiseið sem nýr forseti, en Hæstiréttur landsins hafði úrskurðað að hún ætti að gegna embættinu. Rodríguez gerði þetta við upphaf þingsins sem kom saman í fyrsta sinn á árinu. Reynt var að hafa það eins hefðbundið og frekast var raunt. Forseti Bandaríkjanna var hins vegar afdráttarlaus í gærkvöld hverjir væru raunverulega við völd í landinu. We're dealing with the people that just got sworn in and don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Almenningur veit lítið hvað tekur við. Í strandbænum La Guaria var fólk að hreinsa upp brak af húsum sem Bandaríkjamenn sprengdu í árásinni helgina. Bombardeó la cuestión y trató la cocina, me cayó encima mi tía. La llevamos con vida al hospitalito, pero ya no le pusieron oxígeno, pero qué va. Esto tiene que cambiar, compadre, porque aquí no podemos quedarnos esto. Bueno, que queremos un gobierno que sea bien para todos los venezolanos, no para unos pocos. Og fólk við öllu búið. Everybody's waiting. We don't know for sure what's going to happen. We've been buying food and just piling up just in case, because you never know. Las personas humildes pierden casa, pierden vida, pierden todo, mientras que ellos se van. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Deberían sentarse y hablar como personas adultas ya. Hallgrímur, það hefur verið mikil viðbrögð við þessari árás á laugardaginn. Hvað svona stendur upp úr? Já, svona ef maður horfir á þetta í heild þá sýnist manni býsna margir vera að koma sér hjá því að gagnrýna þessa árás beint. Það vissulega talað mikið mikilvægi þess að virða alþjóðalög og líka mikilvægi þess að valdaskipti í Venesúela fari friðsamlega fram og að það komist á stöðugleiki í landinu. Svona sem dæmi, Emmanuel Macron forseti Frakklands sagði árásina klárt brot á alþjóðalögum. Meðan Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sagði aðeins að þetta væri flókin staða og Bandaríkjamenn þyrftu að réttlæta aðgerðir sínar. Leiðtogar á Norðurlöndum hafa reyndar verið svona aðeins meira afgerandi í afstöðu sinni gegn árásinni. Það sem kannski liggur undir að svona leiðtogar eru kannski fegnir því að Maduro sé farin frá völdum í Venesúela. Hann var að flestra mati spilltur leiðtogi sem hafði rangt við í forsetakosningum í sumar. En það hafi kannski gerst með svona heldur umdeildum hætti. Þessi atburðarás var tekin fyrir á fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í dag. Hvaða tónn var svona sleginn þar? Já, hann var svona pínlítið öðruvísi en það tekið fram nokkrum sinnum á þessum fundi að
sá fundur snerist ekki valdatíð Maduros í Venezuela, heldur lögmæti árásar Bandaríkjanna og á þessum fundi þá las aðstoðar framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna yfirlýsingu frá framkvæmdastjórunum Antonio Guterres og þar var kallað eftir því að pólitískt sjálfstæði ríkja yrði virt. I am deeply concerned about the possible intensification, the instability in the country, the potential impact on the region, and the precedent it may set for how relations between and among states are conducted. I remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Nú, svo hefur staða Grænlands líka verið mikið í umræðunni. Jú, ekki síst vegna þess að það óttast að þetta hættulega fordæmi sem framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna minnist þarna á eigi við Grænland, en Bandaríkin búin að lýsa yfir miklum áhuga að taka það yfir. Jens Fredrik Nielsen, formaður eða landstjórnar eða forsætisráðherra Grænlands, hann setti harðorða færslu inn á Facebooki í gær, þar sem hann segir að nú sé nóg komið, segir Trump sína Grænlendingum lítilsvirðingu og að hann eigi að hætta þessum draumórum yfirtöku á Grænlandi. Leiðtogar Evrópulanda hafa flestir tjáð þá skoðun sína að það séu Grænlendingar sem eigi að ráða sinni eigin framtíð, lýsa yfir stuðningi við Danmörku í þeirra baráttu til að styðja Grænland. Donald Trump hefur annars heldur bætt í yfirlýsingum yfirtöku á Grænlandi og gerði í gærkvöld eiginlega grín að getu Danmerkur til þess að verja Grænland. Don't worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. I think it's a big communication. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added 1 more dog sled. It's true. They thought that was a great move. Þetta grín setti forsætisráðherra Danmerkur ekki út af laginu. Afstaðan sé svo sama og hafi verið margítrekkuð af grænlenskum stjórnvöldum. De ønsker at være grønlændere og ikke at være amerikanere, og der er ikke nogen, der på nogen legitim måde kan angribe nogen af delene i det rigsfællesskab, vi har mellem Færøerne, Grønland og Danmark. Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op. Grænlendingum á förnum vegi ekki skemmt og þeir deila skoðunum formans landstjórnar Grænlands. Donald Trump, og i min verden, der hedder han Donald fucking Trump, fordi at han vil annektere Grønland, overtage den med magt, og det vil vi jo ikke. Ja, lige siden 2. verdenskrig i større eller mindre grad, og derfor så åbner det jo op for en bekymring for, at man rent faktisk bliver overtaget. Meðan þetta því þingmenn í utanríkismálanefnd Alþingis hafa þungar áhyggjur af hótunum Bandaríkjanna í garð Grænlands. Þeir eru sammála að ný staða sé að teiknast upp í alþjóðakerfinu sem ógni hagsmunum Íslands. Utanríkismálanefnd kom saman í morgun að beiðni utanríkisráðherra og var tilgangurinn að upplýsa nefndina stöðu mála í ljósi atburða síðustu daga. Nefndarmenn eru sammála að tilhneiging stórveldana, þar með talið Bandaríkjanna, að skeita engu alþjóðalög, heldur fara sínu fram með valdi, sé mikil ótíðindi fyrir Ísland sem reiðir sig á að alþjóðalög séu virt. Ítrekaðar hótanir bandarískra ráðamanna gagnvart Grænlandi leggja sérstaklega þungt í þá. Ég hef áhyggjur á því bara hvernig næstu vikur og mánuður og misseri munu líta út ef við ætlum bara einhvern veginn að fara rölta í burtu frá kerfi sem að þó hefur haldið friðinn umfram það sem við höfum séð í mannkynssögunni. Já, við getum sagt að við erum æ meira komin í heim þar sem það eru hinnir sterku sem ráða og alþjóðalög sem slík skipta minna máli og það er ekki endilega heimur sem er betra fyrir okkur litla þjóð að búa í. Og við horfum auðvitað framan í einhverjar breytingar sem við ekki geti ímyndað okkur að geti gerst. Þar sem að hinnar stóru sterku þjóðir virðast í vaxandi mæli bara gera það sem þeim dettur í hug, alveg óháð alþjóðalögum. Ef þessar hótanir verða að veruleika, í hvaða stöðu situr það Ísland? Mjög erfiða stöðu.
Viðræður hafa verið áhyggjur af því að láti Bandaríkin verða af hótunum sínum gagnvart Grænlandi, gæti Bandaríkjaher nýtt aðstöðu sína hér á landi á grundvelli varnarsamningsins til aðgerða. Utanríkisráðherra minnir á að varnarsamningur sé tvíhliða samningur og ekki komið til greina að heimila nokkuð slíkt. Við myndum aldrei heimila einhverja aðgerð hérna frá Íslandi sem að myndi ógna Grænlandi, bara það sé alveg skýrt. Pía Hansson, forstöðumaður Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands. Já, hvað gerist eiginlega ef að Bandaríkjamenn ráðast á Grænland? Þetta eru auðvitað mikil spekulasjón núna og mikið sem við erum að fabulum þessa hluti svolítið fram og tilbaka og það er kannski erfitt þar alveg að segja eitthvað ákveðið í þessu. En auðvitað er alveg skýrt og heyrist vel á mæli forsætisráðherra Danmerkur að verði það, þá erum við náttúrulega líka að sjá upplausn á því alþjóðakerfi sem við höfum búið við svo lengi. Þá erum við auðvitað að horfa upp á upplausn NATO. Hvað gerist það er í ekki hægt að Íslandi? skýra það öðruvísi. Upplausn NATO, ef NATO bara hreinlega leggst á og leysist upp, hvað verður okkur Íslendinga? Já, það er góð spurning. Auðvitað eigum við þennan varnarsamning við Bandaríkin og hér tala stjórnvöld að þetta sé allt saman í góðu lagi og auðvitað hefur samvinnan verið ágætt undir einhverjum svona hæstu pólitísku toppum og þrátt fyrir öll þessi útspil sem að koma frá bandarískum stjórnvöldum. En það breytir því ekki að við verðum auðvitað að skoða hvaða stóðir þetta eru sem við erum að byggja okkar varnir og öryggi á ef að þetta yrði raunin. Ég er hins vegar ekkert að segja endilega að það muni gerast. Nei, einmitt. Þessar stóður nefnum þær eru tvær. Það er varnarsamningur í Bandaríkin og svo er það vera okkar í NATO. Varnarsamningur í Bandaríkin, dyntir Bandaríkjaforseta hafa verið okkur ljós hérna helgina. Bandamaður sem að kannski við getum minna treysta á mögulega heldur við gerðum síðustu áratugi, verðum við að finna okkur nýjan bandamann? Ég myndi alltaf að það þyrfti núna að skoða og halda áfram að skoða. Auðvitað hefur það verið gert að einhverju leyti og við sjáum það í varnarstefnu Íslands að við viljum auðvitað reyna að vera með fleiri ekki í körfunni, að við séum virkilega að reyna að styrkja okkar varnir á allan það máta sem við mögulegast getum. En auðvitað þurfum við að hugsa til fleiri þátta þá. Hvað annað er í stöðunni? Og ef við erum að horfa upp á heiminn og honum verði skipt í þessi yfirráða svæði sem er að vissu leyti að teiknast upp, þá þurfum við að hugsa hvað ætlum við að vera. Bandaríkjamenn fóru í Venesúela á laugardag og fóru sínu fram og gerðu það svona kannski frá hernaðarlegu sjónarmiði nokkuð snyrtilega. Þeir virðast geta bara gert það á Grænlandi líka. Maður svona skildi mögulega ætla það. Þetta er voldugasti her heims. Hvernig er þetta bregðastu svoleiðis? Geta Evrópuríki, geta NATO, Danir einhvern veginn brugðust í slíkri innrás? Það er auðvitað erfitt af því að NATO er náttúrulega dálítið mikið í Bandaríkin. Það er eiginlega ekki hægt að orða það öðru vísi og ég tek undir það með þeir að það er lítið mál fyrir þá að taka yfir Grænland að þeir vilja því þeir eru sannarlega það sterkir og valdamiklir á þessu sviði. En auðvitað það sem við þurfum að óttast núna er þessi orðræði sem er að normaliserast mjög, hvernig þeir geta talað og komast upp með. En kannski má segja að stefnan sem slík að fara inn í Suður-Ameríku þegar þeim hefur þóknast í gegnum tíðina hefur svo sem verið gert áður. En auðvitað er það sem er að gerast núna er mikil breyting á þessari orðræðu og ég held líka að við verðum að hugsa, við verðum núna að taka því alvarlega sem maðurinn segir. Pía Hansson, þakkar kærlega fyrir komuna í myndar. En Sigríður, þið ætlið að halda áfram umfjöllun þessi máli í Silfrinu í kvöld, ekki satt? Jú, Oddur, heimurinn er að breytast og við ætlum að ræða hvert þessar breytingar stefna. Hingað koma þau Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræðingur, Valur Ingimundarson, sagnfræðingur, Þórdís Ingadóttir, sérfræðingur í alþjóðarétti, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra og Ingólfur Bjarni Sigfússon, fréttamaður. Við ætlum að ræða framferði Bandaríkjastjórnar í Venesúela og ásælni hennar í Grænland og hvar Ísland stendur í þessu öllu saman. Ekki missa af Silfrinu strax að loknu Kastljósi. Það gerum við ekki, Sigríður. Takk fyrir þetta. En Bersteinn, það hefur skapast umræða viðbrögð utanríkisráðherra við tíðindunum frá Venesúela á laugardaginn. Hún er að koma til þín í Kastljósi í kvöld. Já, við ætlum að tala atburðir á síðustu daga og þessar áhyggjur af því að Trump geri alvöru úr orðum sínum að sölsundi sig Grænland og þá hvort Bandaríkin geti jafnvel nýtt sér varnarsamninginn til þess að athafna sig á Íslandi á meðan þeir taka landi yfir og það á hans að spyrja nokkuð fyrir eftir á. Þannig að það eru mörg álitamál undir. Bersteinn, takk kærlega fyrir þetta. En þá ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum. Það bendir margt til þess að lítið veiðist af loðnu í ár, en það gæti horft til betri vegar á næsta ári. Rannsóknarskip Hafrannsóknastofnunar hélt til loðnuleitar í dag.
Við ætlum að skoða dreifingun á loðnunni, hversu austarlega hún komin bæði austur á landinu og norðaustur á landinu. Árni Friðriksson verður úti í 9 daga og á grundvelli niðurstaða þessarar ferðar fara fleiri skip út og kortleggja nákvæmlega hvar loðnan heldur sig og hversu mikið af henni. Seinna í janúar fara bæði rannsóknarskip Hafró í loðnumælingar, auk 3 fiskiskipa á vegum útgerðanna. Rannsóknir haustsins gefa einhverja mynd af því við hverju að búast. Það ýmislegt sem bendir til þess að stofninn sé ekki stór þessar mundir, veiðistofninn og þetta verður ekki stórvertið miðað við það. Það mikið lagt til rannsóknir á hverju ári, enda hlaupa tekjur af loðnuvertíð á tugum milljarða. Tekjurnar standa undir störfum á landi og sjó og geta haft mikil áhrif á afkomur sveitarfélaga sem reiða sig á sjávarútveg og þjóðarbúsins. Hrognin sem veiðast á örfáum vikum á vorin gefa mest í aðra hönd. Því meira sem veiðist, því meira fer í mjöl og lýsi sem ódýrari vara. Í haust var miðað við 44.000 tonna veiði sem vissulega meira en í fyrra en samt mjög lítið miðað við fyrri ár. Mælingar á unglóðnu benda þó til þess að næsti árgangur sé stærri. Og það gæti orðið ágætisvertið þá. Miklar breytingar urðu á loðnustofninum upp úr 2000 þegar fór að hlýna við Íslandsmið. Þá breytir loðnan útbreiðslu, fer að færa sig meira til Grænlands og hefur verið þar, haldið sig fæðusvæðum í Grænland. Síðan þá hafa ekki komið jafn stórir árgangar. Þrátt fyrir öflugar rannsóknir fyrir veiðiráðgjöfina segir Guðmundur of lítið vitað fyrstu aldurstig loðnunar. En þetta eru hluti bara sem við þekkjum ekki nógu vel og gögnin sem við þurfum til að geta svarað þess almennilega, þeir liggja ekki almennilega fyrir. Ráðamenn í Fjarðabyggð hafa verulegar áhyggjur af síendurteknum blæðingum á þjóðveginum firðina á Fagradal. Vegagerðin segir auknar sveiflur í veðurfari geta orðið til þess að oftar blæði úr vegum hávetur. Núna fyrir jól þá voru miklar blæðingar á vegunum og bílarnir voru að rífa hér upp bara búta úr slitlæginu. Milli jóla og nýjárs var þjóðvegur 1 Austfirði ýmist dökk eða ljós fjólublára á umferðarkorti Vegagerðarinnar. Á sama tíma var líka í gildi viðvörun til vegfarenda bikblæðingar. Það gat því bæði verið frost og blæðing úr vegklæðingunni sem olli hálku. Í starfsmannarútunni sem fer milli álversins á Reyðarfirði og yfir í Breiðdal mátti vel heyra lætin í veginum. Bæjarráð telur ástandið hafa versnað mjög síðustu misseri og kannast ekki við svo tíðar blæðingar á þessum stað. Það hlýtur að vera merki að menn eru farnir að nota eitthvað annað í slitlæginu heldur en við erum vön. Ég kann ekki skýringar á því en við höfum óskað eftir skýringum á þessu en þetta óviðunandi. Vegagerðin segir ástæðuna vera sveiflur í veðri, nú vegna sumarhita jólin. Bikblæðingar verði þegar til skiptis frost og þíða og mikið umferðarálag. Raki og bleyta safnast í burðarlagið þegar neðri lög vegbyggingarinnar eru enn frosin. Þá þrýstist vatn upp í gegnum slitlagið og tekur með sér bik úr klæðingunni á leiðinni upp á yfirborðið. Þetta gerist frekar á eldri vegum þar sem minna af frostfríu efni. Þá getur gerst eins og var á Suðurfjarðarvegi að stórar bikklessur dreifist veginn og bikið klístrist við dekk eins og vegfarendur fundu vel fyrir. Með klístrinu fara gjarnan líka hálkuvarnir eins og sandur og salt. Bílarnir hafa bara orðið fyrir tjóni og maður sér það einna mest á þungaflutningunum, flutningabifreiðunum sem eru með stóra búta á dekkjónum og undirvagninum og á bílunum. Vegagerðin segir það þó ekki algengt að samtímis sé hálka og blæðing á sama vegi. Ragnar segir enga spurningu að viðhald skorti á veginum. Suðurfjarðarvegur og þjóðvegi 1 er einn af hættulegustu vegköflum landsins. Við megum ekki við því að akstursskilyrðin séu skert með þessum hætti og núna eftir þessar bikblæðingar þá sér maður að vegurinn kominn með sár. Þetta getur ekki talist umhverfisvænt að vera í stöðugu viðhaldi vegna þess að slitlagi meingallað og það getur heldur ekki verið hagkvæmt. Vegurinn firðina austari þó ekki sá eini sem blæðir að vetri til. Fréttastofa leitaði svara frá Vegagerðinni hvort auknar sveiflur í veðurfari gætu orðið til tíðari vegblæðinga hérlendis. Svarið við því var einfaldlega já. Til ráða væri til dæmis að styrkja burðarlög undir klæðingum, fræsa eða festa eldri klæðingar en ekki síst að malbika vegi frekar en að nota klæðingar.
Klæðingar eru á 90% af vegum landsins með bundnu slitlagi, en malbyggið líka 5 sinnum dýrara. Aftur út í heim. Franskur dómstóll dæmdi í morgun 10 manns fyrir að leggja Brigitte Macron, forsetafrú landsins, í einelti á netinu. Fullyrt var að hún væri karlmaður í gervi konu og höfð voru frammi niðrandi ummæli aldursmun forsetahjónanna. Emmanuel Macron 48 ára og Brigitte 72 ára. 8 fengu skilorðsbundna dóma til allt að 8 mánaða en 1 hlaut 6 mánaða fangelsisdóm. 10. sakborningnum var gert að sækja námskeið hatursorðræðu á netinu. Falsfréttir kyn frönsku forsetafrúarinnar hafa náð útbreiðslu síðustu misseri, ekki síst vegna áhrifa hægrisinnaða hlaðvarpsþáttastjórnandans Candace Owens í Bandaríkjunum. Forsetahjónin hafa höfðað mál gegn henni þar vestra. Aftur heim. Formaður útivistarsamtaka Kársnes segir fyrirætlanir gerð stoppstígs fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur illa ígrundaðar. Verið sé að fórna útivistarperlu fyrir steypu. Stígurinn tengist Fossvogsbrú, fyrstu stóru framkvæmdinni í fyrsta áfanga borgarlínu sem tengir vesturhluta Kópavogs og Reykjavík yfir Fossvog. Í nóvember samþykkti bæjarstjórn Kópavogs tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir stíginn, Kársnesstíg, sem kynnt var fyrir íbúum í lok sama mánaðar. Við höfum áhyggjur af því að með við þau gögn sem að Kópavogsbær hefur sett fram að þá hér áætlanir að þessi stígur verði mest farni eða umferðarþyngsti stígur á höfuðborgarsvæðinu og að á álagstímum þá verði gangandi vegfarendur í víkjendistöðu. Og miðað við þetta útvistarsvæði sem þetta hérna við Friðarströnd, þá finnst okkur það þurfa að kanna aðra kosti meira eða betur áður en að svæði sem þessu fórnað. 5 valkostir voru kynntir og þótti tvöföldun Kársnesstígar meðfram strandlínunni besti kosturinn að mati ráðgjafa. Stígarnir 2 verða samanlagt 5,5 metrar á breidd á 1200 metra kafla. Sigurborg segir þennan kost illa ígrundaðan. Með þessum umferðarþunga sem verið að tala að verði hér, að þá það þetta ljóst að hér verður ekkert kyrrlátt útivistarsvæði og það mjög þröngt hérna, þannig að það líka mjög, ekkert auðvelt að aðskilja þessar leiðir og þetta mun líka bara hafa áhrif á hér náttúruna og fuglalíf og annað, þannig að það líka það sem við höfum áhyggjur af. Það raun og veru verið að fórna hér útivistarperlu fyrir steypu, það bara einfaldlega þannig. Tillagan hefur verið sett til kynningar í skipulagsgátt Kópavogsbæjar til 23. janúar. Sigurborg segist vilja sjá Kópavogsbæ skoða aðra kosti fyrir stoppstíginn og nefnir í því samhengi Kópavogsbraut aðal samgönguæðina í gegnum Kársnes. Og manni finnst svona eins og Kópavogur ætti að, þetta hjartað í Kópavogi, að hugsa sér tvisvar áður en það fari í svona framkvæmdir. Annars, það ekki bara á heimilum fólks þar sem þarf að taka niður jólaskrautið. Það þarf líka að gera það í kirkjugörðunum, en það liggja mörg tonn af leiðiskrauti eftir hátíðarnar. Kirkjugarðarnir hafa vanda verið fagurlega skreyttir yfir hátíðarnar, en núna líður að síðasta degi jóla og þá skrautið tekið niður. En það ekki allir með á hreinu hver á að gera það. Okkur finnst að sá sem kemur með skrautið eigi nú að sækja það líka. Gerir fólk það? Því miður misbrestur á því. Og það sem safnast saman í kirkjugörðum Reykjavíkur umtalsvert. Þetta alveg gífurlegt magn. Við þurfum að skila svona óflokkuðu jólaskrauti. Þetta 10 tonn á ári, bara jólaskrauti. Og það kostar að henda svona miklu af óflokkuðu sorpi. Þetta hátt í 4 milljónir sem bara jólaskrauti kostar. Og svo við með nokkur tonn af kertadósum. En við þurfum sem betur ekki að borga fyrir málmanna. En þetta setur svip á kirkjugarðana og þetta hluti að jólahefðu margra að gera þetta, já, leggja á leiðir. Og það alveg hægt að bæta við þá einni jólahefðu að koma og sækja þetta. Það alveg óbúslega falleg hugsun og bara virðingavottur við hinn látna að sækja skrauti því jólaskraut í febrúar, það ekki skrautað því. Þetta orðið þá bara drasl. Því miður. Heimir segir að starfsfólk kirkjugarðana hafi ítrekað skorað á blómaverslanir og aðra sem selja skreytingar að bjóða upp á umhverfisvænan valkost. Það ekki alveg gengið eftir eins og við sjáum og þá brugðum við á það ráð að vera sjálf með lífræna greina til sölu. Geta verið bara grein
einu rauðu epli á sem fuglarnir getur svo nota sem fóður yfir veturinn. Hér allt lífrænt, allt skreytiefnið og potturinn sjálfur, hann úr pappamassa. Þannig að þegar hann hættir að vera skrautað þessu, þá tökum við þetta bara og hendum beint í moltugerðina. Þannig að þetta verður allt aftur á jörðu? Já, þetta verður að moldu aftur, eins og ég segja. Mæta núna og standa við áramótaheitið og hreyfa sig meira og koma í garðinn og tína ruslið og ganga frá því. Góð skilaboð. Kíkjum þá á veðrið. Kaldir norðanvindar næða nú landið með snjókomu á köflum norðan og austalands en björtu veðri í öðrum landslutum. Með hækkandi loftþrýstingi dregur víða úr vindi og ofankomu á morgun. Búast má við dágóðu frosti í innsveitum en nánar það eftir íþróttafréttir. Manchester United hefur rekið Portúgalan Ruben Amorim úr starfi knattspyrnustjóra félagsins. Leit hafin að nýjum stjóra. Snorri Steinn Guðjónsson, landsliðsþjálfari Íslands í handbolta, segist hafa lært mikið af síðustu stórmótum. Hann stefnir langt með íslenska liðið á EM. Og við heyrum líka í landsliðsmönnunum Gísla Þorgeiri Kristjánsinni og Andra Má Rúnarsinni, en Andri á leið á sitt fyrsta stórmót í íþróttum hér eftir fréttir. Rauðum það upp helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkjaforseti segist fara með völdin í Venesúela þó að nýr forseti hafi svarið embættiseið. Maduro lýsti yfir sakleysi þegar hann mætti fyrir dómara í New York í dag. Forsætisráðherra Danmerkur segir að ráðist Bandaríkin á annað NATO-ríki sé öllu lokið. Trump ítrekar yfirlýsingar að vilja Grænland við takmarkaða hrifningu grænlendinga. Árni Friðriksson, skip Hafrannsóknastofnunar, hélt til loðnuleitar í dag. Ýmislegt bendi til þess að vertíðin verði rýr en hagur útgerðanna gæti vænkast á næsta ári. Og sveitarstjórnarmenn í Fjarðabyggð hafa verulegar áhyggjur af slæmu ástandi þjóðvegarins firðina á Fagradal. Sveiflur í veðurfari verða til þess að oftar blæðir úr veginum. Fleiri fréttir ekki sjónvarpið að sinni, en finnum á fleiri fréttir á vefnum okkar sem vaktaður allan sólarhringinn. Minnum á útvarpið sömuleiðis. Kastljós og Silfur hér rétt og eftir, en kveðum að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti, kryfja með þeim atburði líðandi stundar og pólitískt landslag hverju sinni. Lífið eftir Benjamin. Leiknir norskir þættir byggðir á sönnum atburðum. Vinirnir Benjamin og Elías eru 15 ára og spenntir fyrir framtíðinni. Einn örlagaríkan janúardag árið 2001 verður skelfilegur atburður sem breytir öllu. Bob Dylan, Engin leið heim. Heimildamynd í leikstjórn Martin Scorsese tónlistamanninn Bob Dylan og áhrif hans á bandaríska tónlist og menningu á 20. öldinni. Fyrr